Annar september. Þið heyrðu rétt, það komin september, hvorki meira en minna, haustið að skella á og FM 95 Blöður hafi göngu sína þennan föstudaginn. Auðun Blöndal heiti ég og sitt hér í mínu sæti og ég beint á móti mér sitja 2 mjúkir og 1 harður. Það hárið rétt, ég Þið heyrðu rétt, þarna var rödd á manni sem búin að vera í góðu sumarfríi. Hann búin að leika í dramatískri bíómynd. Já, það var rétt. Og löngu sumarfríi. Akkurat, og ég svo ánægður að snúa aftur í svona hreinræktað haha. Já, og hvernig ertu? Ég mjög góður, ég hef eiginlega bara aldrei verið betri. Ég bara fróðandi fínn og ég fyllandi góður. Það er mjög gott að heyra. Já. Hún kemur vel gráður til leiks. Já, ekki spurning. Það er gott að heyra. Já, Egill, hvernig er þú? Ég er bara sammála stenda, aldrei verið betri. Gott að heyra líka. Það er ekki annað hægt. Ferskur að sjá, ferskur Já, að það sjá. er föstudagur og þó að sumar sé búið, Já. þá erum við núna félagarnir að detta inn í, já, við erum dottir inn í góðæri. Góðæri? Það er official núna er 2007. Það er góðæri núna. Ok. Partíið er að byrja, þannig að fara að gera ykkur klára blöð. Ég segi að þessi innan við hálft ár út komin í engaþóttu. Veitu, akkur eru við Þetta er bara að setja góðan pening á það. Akkur eru við ekki með kampavín og sushi og allt svona kjarta í gangi. Maður er með kókamjólk og kaffi þarna. Ha, kókaðan og kaffi. Er maður bara í hettupeysu þegar maður komið góðar eða? Já, ég er skeitt þar, ég veit ekki hana. Og eins og heyrið að þá er Sveppi Krull líka með okkur hérna í dag. 3 manna sókn hérna fyrir fram að mig og Sveppi, hvernig er þú? Ég er alveg ágættur bara. Já, þú ert ekkert meira en það. Jú, ágættur best. Þeir hafa aldrei verið betri drengir en þú ert ágættur. Þeir segja það alltaf. Já, þú ert hreinskilinn. Ég er hreinskilinn. Þú ert eins og Ingo Viðuguð. Já, ég veit ekki, hef ég verið betri? Já. Nei, kannski ekki. Já, sko, ná lífið leiku við þig. En það er gaman. Já, það líður vel í hjartanu. Og það er fyrir öllum. Mér er alveg sama hvað er að gerast fyrir utan hvort þessu kranar að byggja hús hérna á góðæri sér á leiðinni. Já. En mér líður vel í hjartanu. Já, og þið líður vel hérna inni. Já. En annars líður okkur öllum hræðilega náttúrulega. Já, þurfum maður ekki í FM-stúdíónu. Já, þegar maður er Sýtur upp með fjölskyldunum einhvers þar í húsdýragarðinum. Það líður illa þá. Fátleðilega. Fátleðilega maður. Þetta er húsdýragarðurinn ógeðslegur. Ekki fara á hvað. Ég get ekki farið enn og aftur í þess að ringa ekki þar. Ég hef alveg farið í húsdýragarðin. Er hann ekki bara nokkuð kósí í það? Já, stutt sem ég fór hana. Hvað varst þú að gera í húsdýragarðinum? Varst það að dandalast þar eitthvað? Ég fór þar með, ég á litlar frængur þó ég ekki börn sko. Já, varst eitthvað. Ég passa alveg og hitti krakka Ég sko. ætla kannski farið einn í lestina eða eitthvað. Ha? Hvað sagði þið? Farið einn í lestina hana? Ég veit Já, ekki. hvað bara að leita fórtalömpum eða? Hvað er bara ekki henni eða? Þið er bara með blandi póker Æris BSF blöð færi einn í hússtyrgarinn, ég veit ekki hana. Það er aldrei. Þetta er ráandun. Já. Póti pungin á sínunum. En byrju, hvað finnst þér ógeðslegt við húsdýragarðinum Sveppi? Ertu ekki ofta skemmt að bannastjarnan? Jú, það mætti djúsana þessu upp, sko. Já, ok. Svo til þess að henda bara inn í íspjörninn þinn. Það er að drepa alltaf greiðin að mæta hérna. Að grafa hólu, henda honum í hana, koma í íspjörn. Boom. Þetta er ekki flókið, sko. Nei, þess vegna finnst mér, næst þegar kemur ísbjörn hérna á landið, þá ringi Gils og láta hann fara með hann í Bara húsdýragarðin. sem ég myndi byrja að svæfa hann, sem ég myndi ná í trökk, henda honum aftur í skotti og ég myndi keyra hann í hússtyrgarinn. Þetta er ekki flókið, sko. Það er það búa til grifju. Hvernig þetta svæfa hann, bara alveg eins og, þú veist, Það er nú brandara. Taka bara hálstak. Þegar ég horf á Animal Planet, sem ég gerir reglulega, þá er meina að svæfa ljón og nashyrninga og síðan eru eitthvað fikti en þau eru sofandi og síðan vaknaður og fara eitthvað annað. En finnst þú ekki fólk gert það við íspyrni eða? Þetta er flókið eða? Ég veit ekki. Nei, hörðu, það Góða punktur að gilsa hana. Já, hann er fer í taugarnar á aglið þessi hérna ísbjarnadráp, maður heyri það. En við erum á fínu róli drengirnir og við erum með flottan þáttandekur í dag, kæru hlustendur. Ætlar að bjóða okkur upp á. Þó ég segi sjálfur frá, þá er ég spenntur að hlusta á ýmislegt í þessum þætti. Já, ég hugsa, það sem ég er spenntastu fyrir að hlusta á Rikka G, hrekkin okkar. Já. Við náðum honum illa í dag, þannig mál með vexti að við Sveppi þóttumst vera að taka upp nýjan dagskrálið sem heitir jarðafar og dánafregnir. Já, dánatilkynningar. Já, það sem að við þóttust hringja í konu sem ætti mann sem að vera ný dáin. Við hefum lesið það hérna í dánafregnum. Við gerðum hrekkin Sigrún Ósk úr Ísland í dag. Hún lék á mót okkur, þannig að við vorum náttúrulega ekkert að hringja hennar ekki. Svo letum við Rikka G klippa og vorum að spyrja hvort þetta væri of gróft fyrir útvarp og já, hvernig Rikki tók í það er æðislegt. Viðbrögðin er á heimsmæli. Já, hann vildi ekki spila þetta. Já. Og fannst þetta viðbjóður. Já, það gekk mikið á hérna í dag. Við erum búin að græja þetta. Þannig að það má segja svona, Rikki G, það er hrekkur á hann. Pétur Jóhann, hann hendur í nýjan
Gunnþór fyrir okkur. Yes. Já, nú náttúrulega, það eru bankarnir og bónusinn og allt þetta. Við þurftum að fá hann inn í dag. Það er aðeins að láta bankarna heyra út af þessum bónusum. Þannig að það er nýr Gunnþór í dag. Við förum í sturlar eða hrossaskítur sem er nýr dagskrárliður sem þú þekkir ekki, Steindi. Akkurat. Ég er bestur í honum. Ég sé bara nokkuð, já, við getum sagt það ekki. Hvort myndur frekar á sínu stað, hér stendur augljósa staðreyndir frá Steinda. Já, á sínu stað og þær eru mjög augljósar í dag. Hvað stendur hérna? King of Summer, er það þú Egill? Já, það er greina spurningakeppni þín. Ég er með spurningakeppni höfðingjans í dag og það sem er skemmtilegt ég er með 3 keppendur núna því að Mushroom er hérna og ég er með King of Summer 2016. Þetta er einfald spurningakeppni. Hver átti besta sumar af ykkur 3? We will find out. Þú ert með handrit að þessum þættu úti. Já. Og skrifa þeir bara eitthvað inn í handritið sem að þeir vilja gera. Stundum, já. Ég sé hérna augljósa staðreyndir. Steindi bara, ég ætla að setja það inn og ég fylgst bara með ykkur Hérna stendur bara Summer of 16. Þátturinn er bara blaði og menn merkja inn á. Já, hann rétt með blaðið. Viltu setja eitthvað inn á hana sem þú vilt gera í dag? Og ég laug minn hana, spurningakeppni höfðingjans. Ég er til í hana, sko. Já, en ég meina 90% af þessu náttúrulega bara hann strikar yfir það. Sko, en Sveppi er favorite, sko. Hann var í LA í sumar, sko. Sveppi átti rosa sumar. Hann leggst í stöðullin á hann, sko, hann takk þetta. Essin 3 með sól, sandur og sangríur. Og það er ekkert annað. Beyoncé Knowles hér með lagið Him for the Weekend. Fínasta lag. En það er hér á FM, en það er komið tími á slúður hér í FM. Aha, það er bara rakandi fest erlendslúður. Já, ég ætla að byrja slúðrið á ungu manni sem er nú á leiðin til landsins. Og Justin Bieber. Hann var að tala Justin Bieber. Hann er með tónleika hérna næstu helgi. Ég vil fann ég út úr þessum. Hvorki meira en minna. En ég veit ekki hvort að þið voru búin að lesa það, drengir. Þetta er kannski ekki farið fram hjá mörgum. En mér langar að ræða eins við ykkur að hann var á Subway sem er ekki frásögufænandi nema kortuna sem var synjað. Hann fekk synjun á kortið sitt og þetta er nú ungu maður sem á ekkert í peningavesin. Mér finnst þetta gott á hann. Það er bara fínt, þú veist, hann þarf að ná sér, hann þarf aðeins að vera með lappirnar á jörðinni. Þú veist, það er gott að hann fái synjun á og til. Það var alltaf gott að þig. Hefur þú fengið synjun? Þú hefur gott að þig. Það er ágætt að hafa synjun. Sko, hann fekk náttúrulega ekki synjun. Þegar ég fekk synjun, þá var ég í vesenni með pening, sko. Það var ég örugglega bara að kaupa með Captain Morgan flösku 18 ára og gata ekki. Ég meina, hann er náttúrulega ekki tengdur neitt við raunveruleikann. Hann veit ekkert hvað Subway kostar. Hvað menn hann veit það ekkert. Nú okkur. Heldur að hvað kostar Subway bátur? 1000 kall. Stór, 1200 kall eða? 1200 kall. Hann gæti haldið að Subway bátur myndi kosta $1000. Það er eitthvað rugglar. Okkur eftir Justin Bieber halda að Subway bátur kosti $1000. Af því að það eru menn sem kaupi þetta fyrir hann. Hann fer ekkert út í búð. Hann fer ekkert út í búð. Ég skilði þið ekki. Nei, meina þú veist, þú myndir spyrja Justin Bieber, hvað kostar mjólkupottur? Hann myndi ekkert vita það. Hann myndi ekki hafa hugmyndu það. Já, hann myndi örugglega vita á sirka. Nei, hann myndi alltaf kosta $500. Mjólk. Pottur af mjólk, $500. Ég bara meiri svona ágjur að var hann bara í röðinu á Subway. Nei, bara út í bandarækjumandi, já. Justin Bieber, var hann ekki barinn eða var ekki fólk að taka myndir á honum eða í staðnum hefur verið lokaður. Rífa nú skónum. Það er sko frækt fólk í bandarækjum, það fer alveg á Subway og fer alveg út í búð og hvað haldið þessi lifið bara í einhverja glerkólu eða? Já, ég meina, ég veit ekki, hann hefur ekki vitað neitt hvað er í gangi. Hvað kortar hann með? Hann var ekki með öðrun á peningin á kortinu. Sko, þegar þú ert að billionaire eins og Beat Machine, þá ertu með reikning sem Casey fyrir ná, þaðan deilur því allar áttir og veist, dælir þið hér og þar og hann hefur bara verið búið með þetta tiltekna vísakort. Þetta er ekki lógið, sko. Nei, ég er samanlaglega. Hann er ekki gjaldþrota, sko. Þetta skiptir engu heldur máli. Björki Tór fekk líka eins og synjun í, sko, okkur sjoppu. Hvað er að frétta honum? Ætlaði þú ekki að vera vinur hans? Jú, ég var einmitt að spá í því. Þurfum að rækta þetta vinarsamband. Ég skil ekki. Ég er búin að vera að tala það. En hún er í útvarpinu heil lengi. Hvað mér langar að ég væri til í að fara að hanga með honum. En hann virðist bara ekki nenn að vera vinur. Hann er ekki búin að henda mig skilaboð með þá. Mér finnst það furðulegt. Já, það var reynda gaman að þið eruð vinir. Já, var bara er gjaldþrota við hliðin á Björki Tór, sko. Hann á enga penning fyrir Björki Tór. Justin Bieber, ertu að tala að Björki mittur að meira eða? Mittur að meira? Meira en Justin Bieber? Justin Bieber er mittur á $200 million. Þú veist, Beckham pakkar hann saman. Beckham er mittur á $350 million, sko. Veitu hvað á hann ekki? Björki Tór er mittur á 1,55
billion dollara. Hann gæti ekki pakka bíbi meira saman. Eina sem ég að beðið með frítt flug frá honum. Græjaði bara viðtalið hennar meistara og það strax. Reynda að vingast við hann. Ég er með meira slúður. Ég líka 200 í back. Það maður kannar með henn, sko. Ég tek 60. Kanye West, hann heimtar að baksvisi á sér sé alltaf frostnir áfengir drykkir. Hann vil láta frista fyrir sig Hennessy og fleira. Því hann vil meina að hann ráði betur við drykkjuna ef að drykkirnir eru svona frostnir. Hann er með svona slörpi. Það er fárlega gott, sko. Slörpi-vélar alltaf. Það er að sammála það. Hvað vil hann ekki bara taka tjelli svo? Slörpi-drykki. Já, bara vorki svona slörpi-drasl. Því lík veistla. Og hann er að vinna rosalega með það því hann vil meina að þá höndla hann betur drykkjuna og verði og endist meiri við kvöldu á þess að verða ofuröldi. Er það þetta drykkina? Nei, minna, menn... Hvað væl er þetta? Höndli betur drykkina? Drektu bara áfengi og starti lappirnar. Hvað rugl er þetta? Performaði bara, fullari maður. Hann er tæpur, sko. Hlust ekki á þetta, sko. Hann er að vinna mikið með Hennessy, Coke og Frozen Grey Goose og Lemonade. Hann er að mixa það svolítið saman. Og þetta er eitthvað sem að til dæmis bara Ricky G ætti að fara að skoða. Hann drekkar frostnaða drykki, hann á mjög erfitt með áfengi. Ricky G er mesti hænuhöð sem ég kynst. Það var ekkert erfitt með áfengi, hann gerir ekkert af sér, en hann verður, við getum orðað á þenni. Hann var að fara á golfmót, fór fyrr heim. Hann er núna komið með bjór í hendina. Við vorum að sjá það á netinu og hann verður víndauð fyrir 7. Og það er líka alltaf þegar hann tekur eina helgi off. Ef hann tekur þurrk eina helgi, þá mætir hann svo ofpeppaður í næstu að hann er ofuröldu og hann sopnar alltaf austur. En þá vitið það, kæru hlustendur, ef að þið eigi í vesinu með áfengi eða svona höndlið að illa, þá er fínt að hafa drykkina bara frostna. Hendislur bara. Já, ekki það, þetta er nú reynda að verið hendislur. Mér finnst þetta reynda horseshit. Ég eina sem ég drakk á bakkanum í Vegasundaginn var svona frosið drasl og ég voru ofuröldu. Þannig að hann er allt niður þessi. Því miður, þú getur alveg verið ofuröldu þessi frostnadrasli líka, sko. Já, þegar þú segir það, þá hefur Sveppi tekið nokkara Frozen Pina Colada, svo við hefum ekkert endað vel. Og Sveppi fullur og reyður það. Maður getur líka bara að drukki bensín, maður vil fara bara all in strax. Svo er það auningin og ræfillin Chris Brown, hann er búinn að koma sér í vesen enn að ferðina. En býttu, er ekki það sko, það eru margar hlýðar þessum teining, held ég. Er það málið? Ég er búinn að lesa. Þetta er einhver nýgurjusvindlar, þessi stelpaðana sem var að... En hann ætlaði að geða ykkur, veit það allir. Já, en hann gæti hafa lent í ykkur Hann var að beina byssa henni. Já. Hvernig getur hún verið að svindla því? Nei, maður er búinn að sjá sko, jákvæðar og neikvæðar fréttir. Við getum orðað þannig. En það er ekki komin í niðurstaðir. En ég ætti kannski ekki að fjalla Ég var til að heyra Hún hafi verið stelsjúk og verið eitthvað stela og það menn eru að segja eitthvað svoleiðis, svo eru menn líka að segja Á það að láta skjóta sér bara í höfuð. Nei, þetta var bara, hann var bara sýnið með gönnið, sko. Hann var ekkert að skjóta. Hann tók bara byssu og sagði bara, herru, hérna er byssa. Þetta sem er að frétta hérna. En hvað haldið þið að löffræðingar og PR-menn hans auðvitað fara þeir beint í það að segja stelpan sér stelsjúk og vitleysingur? Vinkona hennar, vinkona hennar gæðsölum, allan að kom fram og sagði að hún væri, og byrja eitthvað að lesa yfir henni. Já, menn hvað ætla hún að fengi borga fyrir það? Chris Brown, hvernig er þetta að fara að bakka þann mann upp? Hann lifir með konur og... Nei, það er enginn að bakka hann upp, sko, menn eru bara að tala um að sýndi gönnið og það er allt vitlaust, sko. Já, skrítið. Þetta var slúðurpakki dagsins, ég er eftir smá stund. Annars er ég með rosalega móla líka, þú vilt heyra hann, Splunkunýr Gunnþór. Ég var til að heila móla. Steven Seagal móla hérna, sem ég var að lesa á síðunni hérna, sem þú fer alltaf inn á þetta hérna. TMC, sko. Já, ég held að ég að sé þetta. Steven Seagal er enda töfari? Já, nei, þetta er ekki rosalega móli, hann var á Taco Bell bara núna, bara fyrir viku. Og var eitthvað þarna að stúsast og það var eitthvað vesen, hann fekk ekki einhverja pöntun hann í gegn sem hann var að semja eitthvað að kjæfta það? Nei, ég er að lesa þetta á tölunni hans Eils og allavega þetta fyrir inn í eldur, sko, og það er kokkur og þeir fara eitthvað að kýtast, sko. Hann er eitthvað dutt í honum og þeir fara að íta hverju öðrum og þetta fer bara allt í háa loft, sko, af því að hann neitaði að borga fyrir þetta var einhver ömulugur einhver skyndibindi sem hann fekk, sko, hann var ekkert sáttur og þá enda með því að segja, sko, við kokkinn horfum bara beint í augunum og segir ég veit hvað hann segir nobody beats me in the kitchen alveg svo hann sagði í Under Siege, sko. Smárabíó og FM 957 bjóð á sérstaka miðnætur forsýningu myndarinnar Don't Breathe laugardaginn 10. september. Yo, I got a ticket out of here. Rumor is this guy is sitting on at least 300K. Boom! 3 ungmenni brjótast inn í hús hjá blindum manni en órar ekki fyrir afleiðingunum. Spennutrillir frá framleiðendum Evil Dead sem er að fá frábæra dóma.
Man, just let me go! Spennurhraðinn hrollvekja sem mun koma þér verulega á óvart. Fylgstu með á FM 957 og þú getur mælt þér Enski boltinn í beinni á 20 risatjöldum og sjónvarpum. American Bar, nýi staðurinn þinn. Stór á krana á 550 kall, milli 5 og 8, alla virka daga. Biljardbarinn Faxafenni. Langar þig að byggja þér einbýlishús með sundlaug og yfirbyggðri stúku svo þú getur hort á enska boltan og risaskjá í makindum. Það 170 miljóna risapottur í getrunum helgina. 1x2 við tippum. Litríkt leikár Þjóðleikhússins hafið. Tryggðu þér besta verðið í áskrift núna á leikhúsið.is. OB 20 ára. Í dag 20 krónu afsláttur með lyklum og kortum hjá OB og Ólís. Því þá afmæli í dag. Ok, dýllinn í Keiluhöllinni þessi. Þú fær rútumiða fyrir 2 og frítt far í bæinn helgar ef þú kaupir 6 í fötu. Keiluhöllin Egilshöll. FM 95 Blö og Keiluhöllin Egilshöll. Þar sem drykkjufélagarnir eiga við keilu vandamál að stríða. FM Tónlist. I was doing just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey. Look as good as the day I met you. I forget just why I left you. I was insane. 95 Blöð hér á FM 957. Auðun Blöndal, Steindi Junior og Pétur Jóhann Sigfússon mættur hingað í stúdíóið. Já, komið sæl, góðan og blessan daginn. Hvernig hefur það, Pési? Sælir félagar. Þú veit gott að sjá þig með. Sömuleiðis. Þetta grínast. Sælir félagar. Þú ert alltaf svo flottur í tauginni núna. Já. Núna? Já, maður er búin að taka sig í gegn. Henni sem Moritz, hvað er að tala um þessi? Þetta er flott í gegn. Ég man, þú varst alltaf bara í einhverjum svona Nike-peysum eða Puma-peysum og eitthvað. Núna ertu alltaf svo fínn alltaf núna. Já, þetta nú bara eitthvað sem ég hendi mig þegar ég fór út í morgun. Ertu búin að þroskast hún í fatavalli? Já, ég er alltaf honum svo gaman. Herru, ég er samt að þegar þú segir þetta. Sko, þegar þú segir þetta, ég hef aldrei séð þig bara einhvern veginn í einhverjum Adidas joggingalla. Þú fer ekkert út svona í joggurum eða stöllum. Nei, bara rétt svo til að ná í blöðin. Já. Þá ferði í joggingalla. Já, þegar maður stekkur út snemma morguns þá verður maður í joggingalla að ná í blöðin. Já, við ætlum að plata því nýjan Gunnþór í dag. En áður af því að það eru bónusarnir og allt þetta hjá bönkunum. Já, mikið líst mig vel á það. Já, en áður fyrir mig Gunnþór. Þú ert með spilakvöld, það er að fara í gang núna, ekki? Jú, rétt er það. Við erum byrjað að taka upp hérna nýja seríu á spilakvöldi. Sem voru þættir sem ég var með síðastliðin vetur, sko. Já. Og hérna mæltist vel fyrir. Þannig að menn ákvaða hlaði í aðra seríu og gaman að því, sko. Er þetta ekki líka svolítið gaman? Þetta er svolítið gaman, ég ætla ekki að neita því. Nei, ég mitt. Ég er náttúrulega að gíra mig upp í þetta. Já, það er þetta svona eins og sért á spýtti þegar þú ert í þessum þáttum. Það er alveg rétt, ég trillist. Maður tjúllast í svona. Það þýðir líka ekkert að vera, já, komið sæl og hérna. Það er bara í gír. Það er allt í gangi. Þannig verður maður að gera þetta. En það verður auglýst eftir nýjan fyrirliðum. Nýja liðstjóran. Já, mér var sagt að fá þig hérna í spjall til þess að kynna það að vantar fyrirlið. Ég held að þú hefur viljað fá mig bara Jó, nei, við viltum fá þig, ekki miskilja þetta. Ég vil náttúrulega helst fá nýjan Gunnþór. Ég held við ætlum að gera upp fyrirlið. Hvar byrjaði þetta? Þú var komið í drottningaspjall. Já, ég held það. En hvað gerir góður liðstjóri? Hvað gerir hann? Herru, sko, hérna, þetta er rétt hjá þér allt saman úti og Steindi. Þið eru með staðrindin á hreinu. Hérna, okkur langar að vekja athygli fólks á því að við erum sérst að taka upp þessa seríu og okkur vantar og væri vel þegið að fólk myndi sækjast eftir því að koma og vera liðstjórar. Liðstjórarnir, það er alltaf sko 3
innan gæsalappa þekktir einstaklingar í hverju liði 3 og 3, skilur við og svo alltaf 1 og 1 svo alltaf liðstjóri í hverju liði sem svona minna þekktur ef þú, kæri hlustandi hefur áhugaði að koma og vera liðstjóri hjá okkur í spilakvöldi að þá þér í lófa lagið að senda tölvupóst á spilakvöld@stöð2.is og segja smá frá sjálfur þarf ekki einu svona að senda mynd Steindi senior pappi þinn væri ekta liðstjóri og veistu hvað væri góður og Sigga í hinliðinu það rúsina í pilsuenda hér liðstjórin á alltaf möguleika á því að vinna sér inn 150 skall hann getur grætt þessu ekki veiti sínjóðum að smá pening maður beint á pöppin maður hann væri pottið til í þrýtt ránda kallin sá liðstjóri sem að kemst í lokaumferðina hann fær 10 skall fyrir hvert rétt svar ef hann getur 10 rétt þá gengur hann út með 150 skall í vast hvað kostar í hjólið á Englis og stöðu hvað kostar í tekið marga snúninga á hjólið spinna hjólið sittir fyrr það hérna spilakvöld að stenda spilakvöld@stöð2.is spilakvöld@stöð2.is og þá skulum við leggja spilakvöldun og fara aðeins hérna í Gunnþór það málana það eru bankarnir, það allt í rugli það á að dusta ríkið að Gunnþóri við verðum að gera það sko máli ég er bara að ringi í Arion banka því að þeir eru ég er bara að reyna að koma mér í hann þeir eru tengdi Kaupþing og Steindi, þú vildi hann tækja það sem hann tók daginn þegar við fengum okkur nokkra bjór daginn þá hlóðum við svolítið að hvað var hann alltaf að tala hvað var þetta? Sleikur og putt Jú, þú verður að taka það Sleikur og putt Þið vitið að þessi þáttur á milli 4 og 6 en þetta er ekkert að útskýra það neitt meira það er ekkert ljótt við að segja sleikur og putt nei, það er bara allt í góðuleg og þú þarft að vera alveg það eru allir möllum og þetta er allt í rugli og það er sleikur og putt það er að ringja þetta Arjón Arjón banki Þorbjörg, góðan daginn. Hæ, mikið, svara, ég reyna að ná í verðbréfa trúðana þetta. Ég svara fyrir það. Já, eru þeir uppteknir að baða sig í bónusum? Nei. Nei, sleikur og putt fyrir afgangin. Hæ? Alltaf sama sagan. Það er alltaf að fara til fjandans hér og þið eru bara að baða ykkur upp úr bónusum þarna. Og freyðivíni og súkulega jarðarberjum og hvað það nú er. Á meðan að fólk er að leika döðan og skil hér. Það er alltaf maður hafi efni á því að kaupa sér að borða. En nei, þá er verið að ræða bónusum upp í raskati á þessum strákum. Og svo sleikur og putt fyrir afgangin. Ég ætla að vona að þið séu ánægð með ykkur andan. Anskotar fíflagangur. Getur þú gefið mig samband við þessa pésa? Halló? Hvað segir þið? Hafið ekki mandum í að svara fyrir ykkur andan? Get ég eitthvað aðstofa þig? Aðstofa mig? Heyrður ekki þess að ég sagði við þig? Jú. Já. Og hvað hefur þér til málsbóta? Já, það er náttúrulega allir uppteknir í því. Það er engin tími til þess að svara í síma væntanlega. Hvaðan ertu að hringja? Hvar er ég að hringja? Þetta er að það skipta einhverju máli í stóru samhengi. Þú sagði það er allir alveg steinhissa hérna út í samfélaginu. Hinn venjulegi maður, vinnandi maður sem hefur ekki valla efna á því að kaupa sér að borða. Meðan að þið eru bara í lagsveiðum og frussandi við ykkur kampáin og sleikur og putt fyrir afgangin. Eins og ég sagði við þið áðan. Get ég fengið samband við verðbréfadeildina? Þess að verðbréfa trúða? Heyrður ekkert að því sem ég sagði við þig? Jú. Já. Það skiptir engu máli í stóra samhenginu. Hafið ykkur engar málsbætur þarna? Fleiri miljardar í bónusa á einhverja 3 lykilstarfsmenn fyrir það eitt að vinna vinnuna sína. Finnst ykkur þetta allt í lagi? Hvað segir það? Svo kemst maður ekki einu sinni í lagsveiði. Það er hvergi laust í veiði vegna þess að þið eru búin að taka allar átnar yfir. Frissandi yfir ykkur og sleikur og putt fyrir afgangin. Svo ég segja einu sinni enn. Hvað segir það? Það er að hringja í Kaupþing. Er ég ekki að tala við Kaupþing, jó? Það er hringja í Arion banka. Já, er ekki sami skítur í sömu skál? Nei, þið bendir bara hver á annan. Ég ger ekki neitt. Það var hann, það var hissi. Svo getur enginn svara fyrir neitt. Það er alltaf bent á hinn og þennan. Ég var bara hér, ég var í veiði. Ég var bara lögt að putta mig ykkur staðar. Það er vonað að ég kunni að skammast eitthvað hana. Ertu að hringja frá 365? Það getur vel verið. Ég sé það. Já, það getur bara vel verið. Er það ekki? Jó. Það eru miklar líkur á því. Er það ekki? Jó. Ég syns það.
Þetta besti Gunnþór síðan finna númerið þarna hún hefur googlað númerið sko já, hún var bara að fatta þetta sko ég hef gilt í maður það finnir maður shit hvað það finnir maður verðbrif á trúðana getur fikið samband og eitthvað verðbrif á trúðanum þetta var nýr Gunnþór og það var löngu komið til Slys geta breytt aðstæðum í líf okkar það kostar ekkert að kanna þinn rétt hafðu samband fulltingi þinn réttur til bóta. Reykjavíkudætur í samstarfi við Solbert setju upp sitt stærsta sjó frá upphafi á NASA 3. september. Oh, motherfuckers, gotta take that show! Miðasala á enter.is. Saba, fyrsta kiljardaling starf á fyrsta hlutu. Krakkarnir mættir í skólana og milljónirnar mættar í pottin. Nú stefnir hann í 34 útlærðar milljónir. Lotto, leikurinn okkar. Komdu og upplifðu stemninguna á markastugum í Bíkó. Bíkó, gerum þetta saman. Ok, dýllinn í Keiluhöllinni er þessi. Þú fær rútumiða fyrir 2 og frítt far í bæinn helgar ef þú kaupir 6 í fötu. Keiluhöllin Egilshöll. 5 í fötu, það ekkert. Við erum með 6. Það Keiluhöllin Egilshöll sem færir þér FM 95 blöð. Það hárrétt hjá þessu snilling. Það hárrétt hjá hana. Það Keiluhöllin Egilshöll og já, þeir eru með 6 í fötu, ekki 5 í fötu. Fóruð einhvern mann að glömpa og fengu eitthvað 5 í fötu, dreng? Já. Tekið á mig. Já. Allir tekið það. Glömbar var minn staður. Glömbar er dögur í dag. Hvað er núna, hvað staður er það sem glömbar er núna? Ég bara þekki það ekki. Nei, það er bara búið. Jú, er ekki eitthvað kristalstaður þar? Það var svolítið öðruvísi stemning líka. Þú varst alltaf með einhverja 5 í fötu og það var alltaf einhverju ljósmyndarir í alls konar Superman-göllum að taka myndir og þetta fór inn á Jam-síður munni. Superman.is. Þetta var nett svona byrjandi orðið. Þetta var smá suppulegar einhvern veginn. Þetta var eindislegt. En það er komið tíma á dagskrárlið sem heitir Hvort munduru frekar. En þetta er eiginlega blanda. Þetta er hvort munduru frekar og svo er ég með eina svona sem ég myndi frekar tengja við munduru fyrir cash. Ok. En byrjum á 2 kortmynduru frekar og hér kemur svo fyrri. Kortmynduru frekar vilja vinna og skemmta sem töframaður eða trúður. Já. Ég þyrfti nú að velja töframanni þegar maður fæðist sem trúður. Þú ert samt basically bara vaxinn eins og þú ert trúður bara, þú veist. Nei, það var rautt nef vaxinn eins og keila. Eitthvað um það hvernig fólk er vaxið. Nei, líka fyrir þetta frömmuðin. Nei, bara svona, samt sko, þú veist, við tveir sveppi, við erum svona kannski meiri svona trúða. Nei, ég er ekki að tala, þú ert ekki trúður sveppi, þú ert barnastjarna. Ég er að tala þú ert að fara í stóra skó og þú ert að það kemur vatn úr blómuninu og þú ert með rautt nef. En sko, hvernig töframann ertu að tala um? Erum við að tala um mann með pínlítinn gítar og stórt bindi? Erum við að tala um svona götutöframann sem er að svífa og er með sítt hár í snúð og er svolítið svona einhver spaði sko? Ég er meira að tala um bara eins og það er fullt af íslensku töframönnum. Íslenski töframenn er ekki kynlífsíkon nema kannski Einar Mikael. Aðrir hafa ekki náð þeim standard en síðan þú ferð út fyrir landsteinana. Akkur snýst þetta um að vera eitthvað kynlífsíkon? Akkur snýst þetta um að vera eitthvað sex? Þetta er bara einföld spurning. Er ekki að tala um hvort þú vilja vera? Já, en hvað akkur ætlar að vera eitthvað sexmasín? Ég fór á David Copperfield í Vegas um daginn sem er magician. Hann er ekki trúður og þú Masrúm. Hann er magician og hann let fíl hverfa á sviðinu og síðan er hann dökkarður og kaffibrúnn og hann er það sexy, ég hef farið heim með honum hann löppaði upp að mér eftir Af hverju skiptir þetta máli? Excuse me sir, I have a suite upstairs, you want to come? Yes. Þannig að þú vilt frekar vera töframaður trúður? Já, ég meina þetta er bara auðveldasta spurning sem ég fengi á ævi. Hvernig trúður? Ég meina, erum við að tala um, þú veist, bara hennar eðlilega trúð? Ég verið hótt á bíómyndir og séð trúðurum mætir. Já, trúðurinn er vel bara skemmtilegur. Nei, sko, ég var meira að tengja þetta við íslenskan markað, sko, þið myndi vera þið áfram, þú væri Egil, þú væri ekki David Copperfield. Nefndu mér einn hátekjutrúð. Það eru fullt af þeim. Ég veit um trúð sem á einbýlishús. En svo, hvað er það? Ég ætla ekki að nefna Tóti trúður? Tóti trúður, ef ekki bara segja Tóti trúður. Er til frægur trúður á Íslandi? Já, Tóti trúður er mjög frægur, ég veit reyndar ekkert hvernig húsan. Nei, það er bara til einn trúður á Íslandi að hann býr á Akureyri og heitir Skralli trúður. Já, það er tvílíkur. Skralli trúður. Þannig að það er trúður. Það eru trúðar, já. Er einhver trúður í Vegas sem fyllir sjó eftir sjó eins og David Copperfield gerir í hver einustu kvöldi? En hann er að spurja, þú, Egill Einarsson. Þú ert þú. Annarkvæmt er þú að fara að fikta við einhverja spilagaldra eða setja á gerfinu
henni og hvíta málingu. Já, sko, hvað gerir trúður? Hann rávar eitthvað í ykkur barnaðamálum og já, í stóru skrókum high five. Vertu töframæður og láttu þig hverfa. Herru, sko, ég ætla að Steindi, hvað velur þú? Egil búin að velja, þetta var léttast í heimi fyrir hann. Já, þetta er bara mjög öðvöld spurning fyrir mig. Ég vel trúðinn. Ég vel trúðinn. Ég verði til að vera bara andlitsmálaður og í stórum skóm og í fjólubláðum jakkafötum og hlaup með mig ykkur barnafæl. Ég er bara gaman að ég myndi vera svona sidekick trúður með honum. Já, við getum tekið saman skemmtanir, ég og Sveppi, við myndum bara trúðast í gegnum þetta. Ég held að það sé skemmtilegt samt að kunna svona galdra. Já, þú myndir ekki kunna þá, af því að þú verður bara öddi í galla með eitthvað kitt. Við vorum ekki þar, við erum ekkert famnir eitthvað í Vegasrugli sem hann var í. Nei, ég sammála. Herru, þá var það næsta spurning. Þessa spurningu samdi ég ekki. Þetta var hún Ósk hérna sem er nú með á undan okkur sem samdi þessa. Ég ætla að reyna að orða hana. Þá var hann vantalega dónaleg. Já, ég ætla að reyna að orða hana svona pent. Já, hún er djöðs pervert. Nei, hún er snillingur. En hvort möttu frekka vilja vakna alla daga við að fá fermingafélagan á einhverjum. Sem er hver? Í andlitið á okkur. Á fermingafélagan á hverjum? Já, bara einhverjum. Er það eitthvað, gef okkur einhver að segja ykkur nöfn? Nei, bara á einhverjum. Já, ok. Fermingafélagan? Já. Tippið. Þannig að hann til að bara fá til að í andlitið. Tippið á einhverjum. Eða vaknar það að Gunnar Nelson kýlið í magan í hversin sem hún vaknar. Býtu, ok, þú er að endurtaka þetta. Ég dætti út þetta bara hvort myndur þú vilja að vakna okkur um einasta mótni með einhvern veginn lemja tippin í andlitið á þér eða láta Gunnar Nelson kýla þig í magan á hverjum degi? Þetta er búið að vera svona meðan ég var í burtu. Þetta er lætur óskvæla spurningu, bro, þá gerist þetta, sko. Mér finnst það góð spurning, maður. Þetta er í alveg góð spurning, því að það væri hrikalegt að vakna við högg í magan á hverju mótni með Gunni Nelson. Það getur kýlt fast. Kýlt fast? Bara hrikalegt. Það var ekki hægt að... En með þetta, limlöðrungin, er það repeatedly? Nei, bara einu sinni. Hérna eitthvað? Nei, einu sinni, bara svona nett. Bara þangað til þú vaknar. Ef þú sefur fast, þá getur lendið vandræðum. Það þangað svo svettaði samið. Hvað er hérna, hvort veljið? Sefur opinn munninni, eitthvað? Steindi? Sko, þetta er enda ríkalega erfið spurning. Má ég velja hvaða gæja það er það? Nei. Egil, þú fer alltaf beint í þetta. Nei, bara, minnst það skipta máli? Það skiptir engu máli. Þetta er tippi. Já, minnst það skipta máli. Herri, ég ætla bara að fara í þriðju spurningu. Nei, ég er með svar við þessu. Já, hvað segir þú? Ég held að það er rosalega slæmt fyrir bara inneblinn mín að láta Gunnar Nelson kýla mig 365 daga ári. Ég vil alltaf vilja láta vekja mig með tippi í andlitið. Já, ok, glæsilegt. Þetta bara í þá er það þriðja. Já, ég sé eftir þessari spurningu. Hvað meinar það? Þriðja og síðasta. Ég held að við ætlum engin ákveð að svara þessu. Þetta er mundurinn fyrir cash hérna í lokin. Fyrir 20 milljónir á hvert sentimeter. Hvað myndið bæta mörgum sentimetrum á nefið okkur? 20. 20. Og hvað, bara leik í gosa. Það er reglustykka hérna. Sko reglustykka 20 sentimeter. Hvað sagði þetta væri mikill peningur á sentimeter? Það er 20 milljónir á hvert sentimeter. 20 milljónir? Þannig að 200 milljónir fyrir 10 sentimetra. Og það er svona langt. Þú myndir aldrei fá hlutverk í alvarlegri bíómynd aftur. Nei, þú getur leikið í endurgerðin á Roxanne sem Steve Martin leikið. Sko, strákar, nei, þú veist, þetta er bara, þetta er rosalega upphæðir. Við getum ekki tótt fram í því. Þú ert ekki bara að henda á 20 cm. Ok, það er enginn af okkur inn í stúdíónu með eitthvað svona asnalega stórt nef. Við erum allir með svona venjuleg nef. Eitt, hvað ætlaðu að flest þegar fólk fer í lítadagerði þá er yfirleitt að láta að tett minka það, ekki stækka það, sko. Þetta er hræðilega dýll hjá blöð, sko. Hvað myndu þú bara ekki taka neitt? Ég myndi því miður þurfa bara að skópla þessu tilbúið frá mér, því miður. Þú myndi alveg setja það sentimeter fyrir 20 milljónir. Það er allt, það er samt, þú veist, sentimeter er slatti á nefið. Það er mikið drullu saman, þetta er bara nefið á mann, 1 sentimeter. Hvað ætlaðu þú að setja marga á þetta? Ég var að hugsa fyrir, ég veit það ekki, 11 7 kannski. Ég ætti að vinna bara með 8 tölur. Þetta er svo svett í rúlletu. Hvað myndir þú gera, Sefi? Ég myndi setja svona 1 centimeter. Já, ég var einmitt að hugsa, þetta er 1 eða 2. Þá ætla ég bara að færa minnir í 3. Ég nenni, hvernig ætlar það að snúa í rúminu með nefið alltaf von í öllu? Í rúminu? Aldrei ég myndi sofa í rúmi ef ég ætti hérna pening. Nei, þú myndi náttúrulega sofa bara í geimskip. Nei, ég myndi bara sofa svona 300 kettlingum. Það var ekki eðvikt. Þar við það, einn myndi setja á sig 7, einn engan og hvað sveppið, þú varst í 1 centimeter. Já, svona 1. Það er bara vel gert. Gamdu, þú setjaði marga, kæri hlustandi. Gamalt og gott hér í FM 95 Blö. Herru, voðalega feedback kom þarna. Þetta er Linkin Park og já, þetta lag
takes me way back. Klassískt. Það þarf að maður ætti að vera alltaf á potti í mannesæti myndbandinu. En já, það komin tími á að spila núna rekk sem að við náðum á Rikka G fyrir í dag. Já. Og já, þannig, sko, ég veit ekki hvaða leið við að fara í þessu, sko. Við Sveppi fengum hugmynd og okkur langar að rekka Rikka G með því að búa til svona símaat sem væri bara horfbjöður. Já, eitthvað sem svo langt yfir strikið að það á sér engin nein mörk, sko. Já, og ætlum við svo að láta bara Rikka G hafa símtalið og svona hlera hvort þetta væri of gróft. Já, því að hann tekur símtölun okkar og klippir þau og gerir þau svona snirtileg fyrir útvarp. Og já, þetta dagskrárstjórinn svona. Og þetta dagskrárstjórinn, þetta lítur nú ekki út fyrir að vera yfirmaður nokkurt manns. Nei. Hérna, hvað er svona leiðileg við Rikka? Já, Rikka, en svo, já, en þetta bara viðbjóðslegt símtal. Þið látið Rikka klippa það. Við erum að byrja að spila bara símtali. Byrjum að spila símtali. Já, ég held að það sé best. Þetta sem sagt símtali. En það ágætt samt að vera búin að segja fólki að þetta sé ekki alvöru símtali. Já, þetta sem sagt, svo þið vitið, þá þetta hún Sigrún Ósk sem var hérna í Íslandi í dag og núna að byrja með Reykjavík Ingo og að vinna á Stöð 2. Hún að leika konuna sem við hringjum í og já, fólki sem maðurinn sem við tölum með bara einhver nafn sem búið til. Búið til nafn og þetta símtali algjört bull frá upphafi til enda. Akkurat, en þetta sem sagt símtali sem að Rikki G fékk og hélt hann ætti að klippa. Skulum spila þetta. Halló. Já, Guðrún. Það hún. Komdu sæl og blessuð, ég ætlaði að athuga Kristján Sveinbjörnsson, hann nálægt þér? Hver þetta vel Levi? Bjarni heiti ég. Kristján látin. Nú, hann dáinn. Já, það Heyrðu, þetta hérna Ödd og Sveppi hérna í FN95 blöð. Við vorum með minningagreinina hérna fyrir framan okkur. Okkur langaði bara aðeins að djóka. Við veitum við erum með tímamót hérna framan okkur. Í fréttablaðinu. Finnst ykkur þetta smekklegt? Nei, vissulega alls ekki, sko. Okkur langaði bara að aðtúa. Hvernig fók kallinn? Fyrir hvernig þetta grín gert? Nei, fyrir okkur. Við byrjumst afsökunar á þessu Guðrún, en bara áfram gakk. Já, afsaka þetta. Bæ. Þetta veit ekki með þetta. Þetta var þess að símtali sem við tókum upp sem grín símtal frá upphaf til enda. Létum Rikka G Hann er náttúrulega búin að klippa framan á þessu var. Já, við ætlum að fara í dagskólinn sem heitir Dánarfregnir og jarðarfarir og það sem við ringjum í fólk og það þekkir eitthvað sem dáinn, sko. Þannig að það er búin að taka það allt af. Þannig að þetta átti að vera nýr dagskólur, en svo fórum við og við vorum með síman á upptöku. Ég lék svolítið með. Ég sagði bara við Rikka á upptökunni, það heyrist örugglega, að ég vildi ekki vera part of því, sko. Já, þið finnst þetta of gróft. Já, fekk hann svolítið með mér. Hann fór að trúa þessu strax, sko. Skulum heyra bara aðeins þegar við vorum að láta Rikka klippa þetta og hvernig hann tók í þetta. Þú viljir ekki vera í þessu. Ég gera það núna. Það er númerið, fyrir minn. Rífið kort. Sérðu, það kemur bara svart. Það er það ekki. Það gerir það 15 núna. Segðu hann núna, þetta séð hennan. Rikki. Herru, ég ætla bara að láta að vita að ég er ekki partur af þessu ef þetta fyrir gang. Víst ertu part, verð ekki að þessu auðmíkjaskapna. Hvað? Nei, hlustaði bara á hrekk sem þið voru að taka upp. Voða að fyndin eitthvað. Vá, dreft okkur ekki. Þetta er, víst ertu með þessu. Hei, takk í marka mér. Ef ég segi þetta svo gróft og ég er þetta ógróft. Ég loði. Láta bara Rikka með þetta. Hvað hvað ég að hlusta á hann eða? Já, þetta heitir Dánarfregnir, bara nýr liður sem vorum heiti. Tjekka bara hann. Ég persónulega, ég held að hann sleppi, sko. 99% líkur að Rikki verið saman á mér. Ein. En sko, við erum það með sturlaðar hrossaskít. Spurt og svara. Ég byrjar að hlusta það. Það byrjar að hlusta. En hvað viltu þú gera með þér? Því þetta er bara fáránlegt.
Ég sé bara svipnum að Rikka, hann ekki að fíla þetta sko. Hæ? Ég sé bara svipnum að Rikka, hann ekki að fíla þetta. Er eitthvað geðið? Þetta var gróft eða? Það er ekki að grínast í mér, varstu þetta djókið mér eða? Nei, finnst þetta var gróft eða? Finnst mér þetta gróft, svo að hringja í konu mann sem dáin eða? Klára þetta, hlusta á hvernig það fer. Það er eitthvað klikkaður eða? Þetta ekki á maður. Áfram gakk. Ertu á ykkur eða? Það er eitthvað á það. Sko, það er ekki séns í helvíti þú setja að spila þetta sko. Hæ? Það er ekki séns í helvíti þú setja að spila þetta. Ég sá það. Af hverju? Ég er búinn að segja. Af hverju? Hvað, er ekki nóg lifandi fólki sem ættir að rekja? Ertu komin í dauðaliðið það? Það var alveg til Viðkvæmur, þetta er bara... Þú bara veist hvað gerist þegar þetta verður það verður allt vittlust. Þetta er náttúrulega alveg komið. Sveppi vildi hrista hans upp í þessu. Hrista hans upp, það er alveg hægt að draga línun eitthvað staðar. Þetta er bara ómikið. Þeir eru ekki búin að heyra í þér aftur, sko. Það er náttúrulega beðið... Býtu hvað, ertu orðin einhver síðanlegspostulega? Nei, ég er alveg gutt fyrir gróft grín og allt, sko, en þetta er bara, þetta er bara virkið, þetta er alvarlegt, sko. Þið eru að byrja náttúrulega að hringi konuna og biðja hana afsökunar, sko. Ég hef bara aldrei heyrt svona. Það má ekki fíflasleikur, okkur sveppast, þetta er skemmtilegt. Og hvað henni í spilinu þetta? Hvað mamma ég myndi deg, ég myndi bara hringi í því. Hvernig fór hún? Já, áfram gakk, heldur, myndi þið finnast að fyndi það? En hvað henni í spilinu þetta, þá hvað? Spilar þetta, þú tekur alla ábyrgð á því, skal ég segja þér. Ég er ekki að fara að tína upp eitthvað á slóð, því það verða eftirmálar af þessu þetta fyrir loftið. Þetta verður væral. Mér er alveg drullu saman þessi væral. Þetta skemmir allt fyrir... Það er samt einu góða punktur, þetta getur farið væral. Það er engin góðu punktur. Góð auglýsing fyrir þáttinn. Góð auglýsing fyrir það? Hvað, þið séu að hrella dáið fólk eða? En samt, ok, fuck it. Ok, ef ég var að segja eitthvað, einar jákvæðir þetta, gauðurinn er samt allavega dáin. Hvað er já? Við erum ekki að hrekja dáið fólk, við erum að hrekja konuna sem að þekki. Já, það er miklu betra. Hvað, voru minningagreinans bara í dag? Var það kannski jarðaförin í dag eða? Nei, hún er ekki að finna á þriðjudaginn heldur. Já, þannig að hann er bara dáið í gæri eða fyrir þetta. Er þetta eitthvað djók? Þetta var í blæðinu bara á það. Þetta er í blæðinu í gæri. Æ, strákar, hérna, þetta er ekki, þú veist, bara ekki fræðilur. Ef þú setur þetta á því þá verður þetta alla þín ábyrgð. Bara svo við það. Ég læt Gústa vita því líka, sko. Nei, ég segi Gústa, þú ekki grænt. Nei, víst. Þá tala ég bara við það núna, sko. Sjáum til með þetta. Klipp þetta. Ég er ekki bara að klippa þetta, sko. Það er ekki fræðilur. Þú getur bara að klippa þetta sjálfur, sko. Hvað? Þetta er bara að klippa við Gústa núna. Nei, klift þetta bara. Þetta er ekki svona fyndið, sko. Nei. Málið það er ekkert fyndið við þetta. Þetta er símtali mínúta, hún er nánast grátandi í síman og spyrja fyrir hvernig er þessar hekku. Ég veit ekki eins og hvað þeir eru að segja. Það er bara nákvæmlega ekkert fyndið við þetta. Áfram gakk. Það er fyndið lína, sko, fyndið lokun, finnst mér. Eina grínið því, sko. Sleppum þessu bara. Já, við sleppum þessu. Ok. Aldrei sé Rikka jafn alvarlega. Nei, sko, þetta er pínu, þetta þurfti eiga á myndavél þegar svipin á hann, því hann var bara með svona kaldan svit og hann fannst þetta svo vont og óþægilegt. Ekkur við þetta ekki upp. Það var ákveða GoPro-vél sem er til í húsinu. En hér eftir smástund og þá förum við í spurningakeppni Gilsarans og augljósar staðreyndir frá Steinda. Held ég. Ekki voru ykkur að fara langt. Við höfum ráð undir rifi hverju. Mississippi, Kansas, Jack Daniels eða Hickory smoked svínarif með Roadhouse frönskum og hrásalati. Roadhouse Snorrabraut. Höfðabílar kynna, nýtt og betra útisvæði, stórir, litlir, nýjir og notaðir. Við eigum bílinn fyrir þig. Höfðabílar, Fossálsi 27, Draghálsmegin. Hópa tilbóð á Wilsons Pizza. 2 stórar pizzur með 2 áleggjum, ostastangir eða franskar á aðeins 3.790 krónur. Hvort sem þú sækir eða færð heimsend. Pantaðu á webnum wilsons.is eða í síma 581 1515. Hannaðu þitt eigið úr á 24iceland.is. Náðu þér í smá lit í sumar með 200 gramma Sunnystyle borgara. American Style. American Style. Tufte Bambull útivistafatnaður. Einstök blanda af bambus og merinóull. Eirberg Stórhöfða, Eirberg Kringlunni.
Reykjavíkudætur í samstarfi við Solbert setja upp sitt stærsta sjó frá upphafi á NASA 3. september. Motherfuckers gonna take that show! Miðasala á enter.is. Saba, gesta hér darling, starfa festa hlutu. Kíktu heimsókn, við lofum að koma þér í rétta stöðu fyrir helgina. Joe and the Juice, Kringlunni, Smáralind og World Class Laugum. 20 króna afsláttur með dælulyklinum í dag. Atlandsolja, lykillinn að lægra verði. Við höfum opnað nýja og glæsilega eldsmiðju á Dalvegi. Eldsmiðja. Þú ert að hlusta á FM 95 blöð. Ég þekki götun eins og rotta, gulldrengur og silfurskotta. Voðalegt feedback kynna alltaf komið inn. Þetta eru 2 drengir sem eru alveg með þetta á hreinu. Hvað feedback þetta? Hvað band var þetta? Þetta eru þeir, herru. Þetta er Steindi sem setur headphone á mæk. Þetta er svo mikil auðli. Já, þetta voru að sjálfsögðir Aron Kahn og MC Gauti. Hvernig er þessi Aron Kahn? Er hann góður? Ég las bara það úti erlendis. Þegar ég björð það sko. Þá var allir með hann Aron Kahn á heilanum. Hann er geggjaður. Hann er alveg með þetta. 16 ára mjög efnilegur og framtíðina fyrir sér. Þetta er rappari? Já. Hann er alveg bara á flott lög sko. Akkur fórum maður ekki rappvegin einhvern veginn? Það er bara hendaði okkur ekki held ég. Ég hefði verið fitt rappari sko. Getur þú spita? Hvað segir gallin hérna allir saman? Nú hvað, eitthvað svona bara. Þetta var ógeðslega flott. Dull sem verður að syngja þessi gær? Nei, það er bástæðan fyrir þetta gengur hérna. Þetta er náttúrulega ekki rugl. En þessi textar sem við semja, er þetta eitthvað svona beint frá hjartanu eða? Já, en svo rúllum upp er bara virkilega flott lag. Mér er alveg að heyra. Það er flott texti. Já, ég er svo dómarður sko. Það er svona 10.000 sem svalarna við þegar við vorum 16 ára. Það er nokkuð ljótt. Já, ég hef engar ágjörð því. En það er bara mikið pressa sem fylgir þegar verður orðin stjarna 16 ára og nú þarf hann að höndla það er... Hann er næst í barnastjarnan. Já, og þú veist þegar þú ert allt í orðin shit á núleitni og öll aðteklinn og allt sem fylgir þessu og gegga allar helgar og það er óregla sem fylgir þessu og ég vona bara að hann höndla þetta vel. Já, þetta er toppdrengur. Ég er samt nú bara á eyju, sko. Ég vil ekki að fá hann í herónið og ég haldi honum bara ferskum, þetta er toppdrengur. Ég er litlar ágjörð af því. En slaka þá maður. Það er komið, hvar er Steindi Junior? Steindi, hann, sko, við fórum saman og fengum okkur kaffi og hann sagði, ég verð að hengja eitt í Sjómlu. Sann við mig. Ok, þá bara mistir hann af sturluða rollkittur. Það ringi í konuna sína eða eitthvað. Hvað, vissum við ekki að hún var í útvarpinu? Já, ég held að hann vissi það, hann væri þar á milli 4 og 6. En það er komin tími á dagskvöldi sem heitir sturlu staðarind eða hrossakítur eða bara bull. Og já, það er bara fínt að þið keppið í því. Steindi fær bara ekkert að vera með núna. Þetta vann ég síðast á föstudag. Já, vannstu Egil? Já. Hann var bestur í þessu. Jafntefli. Nei. Fyrsta spurning, er þið tilbúinir? Já. Við erum með stígin hérna og vonandi eru hlustendur til. Konur kaupa 96% af öllum kertum í heiminum. Er þetta sturlu staðarind eða er þetta kjaftaði? Gaman þú hefur ákveð að vera með okkur Steindi. Það var hann að nett fjölbreyttur út af. Gæst ekki hringt í konuna eftir þáttinn? Hvað sér þau? Nei, ég þurfti að kíkja á klósettina. Maður tók næna tæi á hátinu. Konur kaupa 96% af öllum kertum í heiminum. Sturlu staðarind eða lygi? Sko nú er ég að hugsa, hef ég einhver tíman á lífsleiðinni og ég er að vera 50 keypt kerti. Nú ég farið miljónsinn við búð. Hef ég labbað út með kerti. Ilmkerti? Hefur aldrei verið í IKEA eða Rúpa? Svarið er negativ, ég hef aldrei keypt kerti á æfinni. Ok, þannig að þú að segja að þetta sé satt. Og það er vantilega til meiri svona, já, bara ekki pappakassar eins og ég segi að þetta sé rétt. Ok, Sveppi, hvað segir þú? Ég ætla að elda gilst þarna og segja að þetta sé rétt líka því að ég man ekki eftir að kerti en samt Nei, mjög mikið. þetta liður með þessi headphone, það kemur svo mikið feedback að þessu. Hvað segir þú, Steindi? Ég ætla að segja rangt. Þetta sé rangt. Já, ég heyrði reyndar ekki spurningun en ég hef oft keypt kerti sko. Þá eru Egill og Steindi konum 1 stig og Egill og Sveppi með 1 stig og Steindi ekki neitt. Við erum sigurvegarar. Við lásum þetta. Lúserinn úr Mosó komin til að vera. Ekki rappa, Sveppi, please. En þetta er sem sagt sturlu staðarind. Konur kaupa 90% af öllum kertum. Sveppi, sko, Steindi er þessu 4% sem ég heyrði reglulega spurninguna en ég er ok. Ok, þá er það hér næsta. Hvort þetta sé sturlu staðarind eða kjaftaði. Spilið Stomps er spilað með löppunum og getur enginn spilað nema þeir sem geta haldið á spilum með tannum. Sturlu staðarind eða bull? Ég vil meina að þetta sé sturlu staðarind. Að spilið Stomps sé spilað með löppunum bara? Já. Egill? Þetta hljómar weird.
Spila spil með eitthvað spil á tannum. Þetta eitthvað hljómar þess að horsemanure fyrir mér. Allar sturglaðstu aðrindir hljóma weird. Þetta hljómar þess að horsemanure. Ég ætla að segja þetta sé horsemanure. Ég ætla að segja þetta sé bullandi sturglaðstu aðrind. Egil komin í 2 stig. Þetta bjóð ég til. Semja þetta, varstu að bulla þetta? Já, þetta bjóð ég bara til á. Það varst að drekka í Flottur ég að búa til svona sturglaðstu aðrindir. Heldur þið bara að vera til spil og sem fólk var að halda þetta Æ, ég var bara að vera eitt í þetta. Heldur þið að vera eitt tíð. Jésús. Billy Stumps ekki til, bara sem við þetta. Þetta var bara bull. Þá var það 3. spurning. Er þetta sturglaðstu staðreynd eða er þetta bull? Konur sætta sig frekar við andfúla menn en lágvaxna, samkvæmt könnunum. Já. Þetta geta verið að búa til að því að þú veist að ég er lítill. Hvenær flokkast menn undir lágvaxin? Er það 1,70 niður örugglega? 1,70 niður, já. Þá Sveppi, þú sleppir við það. Ég meina, þú veist, Sleppið við hvað? Ég er lágvaxin við hliðina á LeBron, sko. Ég er lágvaxin við hliðina á LeBron. Já. Ef ég er NBA-töluleik, þá ætlum bara hvað dvergur er þetta þarna? Já, en það er enda hann flokkað sem er mjög hávaxin. En sem average, við tökum allar heiminn. Ég held að konur Því allar konur Þetta er bara samkvæmt könnunum. Þetta er meiri hlutin. Ég er ákveður svona síðum sem að við tala okkur á konur. What do you look for in a man? Is he alltaf tall? Is he aldrei short? I would like a short short, beautiful man. Yeah, jú, nei, það er fullt af I want a short, beautiful man. Akkur starir í augun. Já, hægt að stari í augun. En er ekki það fullt af konum sem myndi frekar vilja einhvern svona grallarlegan lágvaxinn kall, eða ekki? Heldur en andfúlan? Frekar en einhvern svona rísa djöful andfúlan og Nei, eina sem er að þetta er rétt hjá Gils, það vilja allir stóra menn þóli ekki. Steindi, hvað þú að segja? Er þetta sturglaðstu staðreynd eða er þetta bull? Þú veist, ég ætla að segja að var ekki spurningin þannig að þú myndir freka vilja hávaxin andfúlan? Jú, konur sætti sig freka við andfúla menn heldur en lágvaxna. Ég ætla að segja að þetta sé sturglaðstu staðreynd, sko. Ok. Ég held að þetta sé rétt. Já, ég sé sturglaðstu staðreynd. Þetta bjóð ég til, þetta er vitlaust hjá okkur öll. Hvað heldur við líka frekar lítinn mann heldur en andfúlan? Þú bjóst þetta til, þú getur ekki sagt svona núna. Þú veist ekki döm þetta? Þetta bara bjóð ég til. Skít á sig svo lengi. Ég held fóristunni, ég sáttur. Það eru tvær eftir. Draumaliðið eða The Dream Team tók ekki 1 leikli á Ólympíuleikunum 1992. Fyrir þá sem þekki ekki The Dream Team, þá var þetta Jordan, Magic, Bird og þeir allir þeir kepptu Ólympíuleikunum fyrir hönd Bandaríkjanna. Sturglaðstu staðreynd, þeir tók ekki 1 leikli, er þetta rugl? Ég ætla að segja þetta sé rugl. Þú segir þetta sé rugl? Þeir tóku leikli, ég veit það, ég sá það, ég man það. Þeir eru mjög latir líka, sko, í svona leikjum, sko. Þeir nennar bara að hreyfa sig úrslitakeppni. En körfubolti er samt bara þetta 40 mínútna leikur, sko. 48. Hæ? Er þetta ekki 410? Já, Ólympíuleikunum er þetta heldur 410. Ég meina, það er ekki tími. Ég ætla að segja þetta sé handboltaleikur, fótboltaleikur 1,5. Ekki leikli. Ok, hvað segir þú, Steindi? Ég ætla að segja að þeir tóku leikli. Egil kom með 3 stig, þeir tók ekki 1 leikli á Ólympíuleikunum. Ég er svo góður í þessu leik. Ræst leikur er þetta. I love it. Og Sepp er að hárreita sig hérna. Draumaliðið tók ekki 1 leikli árið 1992, sem er skemmtileg sturglaðstu staðreynd að mínum mati. Þú getur hægt að spyrja núna því ég er búin að vinna. Það var það síðasta og hún gildir 3 stig. Sveppi getur unnið með því að hann er 1. Ég ekki að láta hann að gilda 4 svo ég er séns. Ok, hún gildir 4. Það er stór skellur. Ég vil enga ölmusu. Þetta er líka skemmtileg. Ég vill hana, 4 stig. Þetta er 4. stiga spurning. Þetta er 4. stiga spurning og nú spyr ég, er þetta sturglaðstu staðreynd eða þetta bull? Síðasta spurningin í dag. Sæðisfrumur eða bara sæðisfruma úr mús er stærri heldur en úr fíl. Shit, þetta er erfið maður. Þessi er mjög erfið. Þetta finnst mér ekki erfitt. Sæðisfruma úr mús er stærri en úr fíl. Er þetta sturglaðstu staðreynd eða er þetta kjaftæði? Þetta lítur að kjaftæði. Þú ætlar að segja kjaftæði, Sveppi? Já, bara svona Hvar fannst þetta annars? Hvar hefðurðu varst að googla þetta? Ég er náttúrulega bara með síðu. Þú googla bara mouse, elephant. Það var það fyrsta sem kemur upp. Sveppi segir þessi kjaftæði. Egil, hvað segir þú? Þetta er bara, þetta er eitthvað sem geti, þetta er 50-50 hjá blöð. Það geta alveg verið rétt. Ímyndaði, sjáðu fyrir þegar þessar 2 manneskjur innan gæsalappa. Þetta er dýr.
dýr. Manneskjur, fíll og mús. Ég sagði manneskjur innan gæsalappa. Já, hverju sagði ekki bara þessi dýr? Af því að þetta eru manneskjur innan gæsalappa. Þetta eru dýr. Já, þetta er eitthvað manneskjur. Hvað ætlar að segja? Já. Ímyndaðir þegar þær eru að vasast og þetta gerist. Já. Haldið að það sem kemur... Nei, það er bara að tala sæðisfrumuna per se, sko. Það koma miklu fleiri á filmum, sko. Já, ég meina, þetta er stærsta... Steindi, hvað segirðu? Ég ætla að segja að... Ég þetta leiðilegu, dagskrárlegum. Ég ætla að segja að þetta sé rámt. Ég segja sem fíllinn sem þetta komi, hún sé stærri á filmum. Ég ætla að taka sénsinn og segja músin sem stærri sæðisfrum. Það er rétt í agli. Hann rústar ykkur. Sæðisfruman og mús er stærri en hjá fíll. Var þetta ekki örugglega bara síðast? Geti ekki bara að fara í atvinnum að leik? Já, það mætti... Það var Ísla. Sko, ég var til því að þú myndi fara bara í æfingarferð til Japans í 3 ára út af þessu. Það verður kannski tekið í kórnum næstu helgi. Þetta er Justin Bieber hér með Cold War ásamt Major Lazer. Herru, ég er að fara á Bieberinn, maður. Það ert að fara? Ertu ekki spenntur? Já, spenntur er kannski ekki rétt á orðið. Ég er mjög spenntur að kíkja á það. Ég er peppaður. Já, ég er Team Bieber. Við erum alltaf verið Bieber. Mér finnst það svalur, sko. Svo strákar, þetta er náttúrulega sturla. Ég er að fletta djefa hérna og þar er ég bara að reyna að skoða venjulega fréttir því mér er gaman að því. Þá er ég bara að lesa einhverja stelpu sem er að tala það að hún sem er glóður auga eftir að sonur hennar landa hana bara með gerfilim í andlitið. Já, þetta var í vikur, mást ekki múið sjá þetta. Nei. Hvað finnst þér þetta, Bassum? Þetta er bara eitt að grillast sem ég heyrt. Mást ekki, ok, ég ætla að vera allir búin að lesa þetta. Ég setti þetta á Twitter og þetta fór að bangaði með þetta? Er þetta ekki bara... Já, þetta er bara heimilislegt. Nei, er þetta ekki bara frjáls heimur og... Hvað geimur félur þú gerfilegin þinn efst upp í skáp? Ég? Já. Nei. Hann er svo lítill að ég myndi aldrei fá glóður Hvað er þetta? Býtu, vá, ég vissi ekki að þið væri svona ánæði með þetta að það væri bara venjulegt fyrir ykkur. Já, hvað er þetta ekki bara frjáls heimur? Jú, þetta er frjáls heimur. Það tróður það. En það er algjör óþjóður að klína þessu bara alla fréttamiðla landsins. Býtu, eftir að segja mér að ef þú hefði verið lamin með þessum litla tildóða heimi á þér, myndur ekki posta þér næstari? Já, henda því á Twitterin. Og það fikk ég glóður En fóruð ekki að pæli í hversu góðan handlegga krakkin með því þú þarft að löðrunga frekar fast í andliti til að fá svona gott glóðarauga sko. Hvað hefur aldrei snert dildó? Hvað er krakkin gaman? Það þarf að vera nokkuð þéttingsfast til að fá glóðarauga. Já, ekki úr lemara með skaftina svo setur batteri inn í. Yes! Það er góða punktur í mössum. Þetta er þetta svala góð svæði Þetta var flottu punktur í umræðina. Setja AA-batteri. Heldur hann að snúin og öfugt og laða með hann í andlitið? Já, svo voru 2 AA-batteri í honum. Og ég held hann hafi ekki verið eitthvað að lemja mömmu sinni í andlitið með dildó bara nú ætla ég að berja hann í andlitið. Þetta gerst í einhverju brýri í krakkin hefur haldið þetta að vera eitthvað leikfanga eitthvað. Já, pottið. Hvað er krakkin gammal? 12 ára. 12 ára? Var það ekki 16-17 ára? 16-17 ára? 12 ára væri bara fræðilegt. Ég veit að þetta er bara eins og skammal krakki sem að vaknar á nóttun og kemur upp í og það er núl á milli og hún bara nefndi ekki að fara með dildónum í skuffu og geimd hann undir kottanum. Já, ok. Ég er rugglið. Mössin er ekki samt við þetta. Nei. Já, sko, fólk má alveg vasast heima hjá sér í alls konar ruggli, sko. Það er algjör óþarf að vera að tróða þess að frétta sér þetta mína. Hún setti þetta held ég á Twitter og fjölmiðlar pikkuðu þetta upp. Ég held að þetta hún hafði ekkert farið í eitthvað ítalegt viðtal. Það er brjálæðislega mikið óvart. Hún fór ekkert í ítalegt viðtal í Helgablaðinu. Hún Helgablaðinu, fylgdi ekki vísir bara, herðu, ég er með fréttandekurð. Þeir bara pikkuðu þetta upp og þú náttúrulega ert aldrei á Twitter, svo hún setur þetta inn á Twitter, það sér þetta einhver og retweetar þessu og einhver blaðamaður sér þetta og setur þetta inn á og hún heldur í alveg hún hefði bara hringt í TVF eða vísa og sagt, herðu, ég er með fréttandekur. Nei, svo finnst mér það líka skrítið að setja þetta á Twitter, sko. Bara, bara, hei, þetta var meira ruggli. Ég þarf að finna síma minn og Twitter þessu. Ég er bara með glóðurauga eftir dildo. Hvernig getið þið skrifað þetta skemmtilega inn í 2 setningum? Hvaða hashtag ætti ég að nota á þetta? Hashtag dildo, hashtag sonur, hashtag glóður. Þetta er svo mikið hashtag sonur. Ég veit alveg, ok, ég er ekki að verða færtugur eða eitthvað. Já, það er bara góð reyður þessu. Þetta er bara svo skrítið með það. En vissulega ef ég væri blaðaðan þá myndi ég pikka þetta upp líka.
til að fá smellin. Þetta var mest lesið á Vísi og Díða, þannig að fólk hafði greinlega gaman að þessu. Já, það segir okkur líka það hvernig fólk hugsar. En ef þú verður með Twitter eða Facebook eða eitthvað svona, eða konaðinn, og hún lendir í eitthvað svona skrýtnu sem að krakkarnir eitthvað gera. Hún þarf að afsaka glóður Já, nákvæmlega, svo fólk haldi ekki að þú kannski skalla hana. En þetta niður stiga er líka klassíst, sko. Já, en þú bara bakbrotna við það. Nei, þú veist, ok, ég lappa á hurð. Þú veist, ég að segja, þú veist, það er hægt að fara í kringum þetta. En sko, mömmunni fannst þetta fyndið. Hún hafði gaman að þessu. Sett þetta á Twitter. Þetta er góð saga í partí. Já. Viðkynna. Mjög góð. En ekkert endilega á veraldavefni. Skilur við. Og ef að gæinn hefur kýlt hana og þau hafa komist á samkomulagi um það að maður reyna að finna einhverja leið til þess að láta þetta líti út fyrir hún er lappa á hurð. Akkur voru það bara, herri, ég með hugmynd. Við segjum bara Siggi litli að lammi mig með dildó í andlitið. Já, það er góð hugmynd bara. Settu #bollur í andlitið. Ég vil setja tíkall í trúin bara áður en að brjálast fá mörgsingar og svo fyrir spurningakeppni Gilsarans. Ekki bara svona reiður sig. Já, þetta er bara, svona er þetta. Smárabíó og FM 957 bjóð á sérstaka miðnætur forsýningu myndarinnar Don't Breathe, laugardaginn 10. september. Yo, I got a ticket out of here. Rumor is this guy is sitting on at least 300K. Boom! 3 ungmenni brjótast inn í hús hjá blindum manni en órar ekki fyrir afleiðingunum. Spennutrillir frá framleiðendum Evil Dead sem að fá frábæra dóma. Man, alright, just let me go, please. Spennuhraðin hrollvekja sem mun koma þér verulega á óvart. Fylgstu með á FM 957 og þú getur næstur í Frá afskekktustu sveitum til fjölmennustu borga Evrópu, þá er ekki talað annað en Evrópukeppnina. Vinnur Júri, Gemma eða þú. Eurojackpot, Evrópukeppnin í heppni, alla föstudaga. Hannaðu þitt eigið úr á 24iceland.is. Við höfum opnað nýjan og glæsilegan stað á Dalvegi. Eldsmiðjan. OB er 20 ára. Í dag er 20 krónu afsláttur með lyklum og kortum hjá OB og Ólís. Því þá afmæli í dag. Það eru nú ekki margir veitingastæðarnir sem lánaði skó. Keiluhöllin Egilshöll. Tufte Bambull útivistafatnaður. Einstök blanda af bambus og merinóull. Eirberg Stórhöfða, Eirberg Kringlunni. Haustið liggur í loftinu, dagurinn að styttast og milljónunum að fjölga. Nú stendur potturinn í 34 milljónir. Lottó, leikurinn okkar. Litríkt leikár Þjóðleikhússins er hafið. Tryggðu þér besta verðið í áskrift núna á leikhúsið.is. Fjölskyldutilboð, 4 ostborgarar, franskar og 2 lítrar kók. Aktu taktu. Það er ekkert að því að lenda í ræsinu hjá okkur. Keiluhöllin Egilshöll færir þér FM 95 blöð. Þið eru að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957. Það er Steindi Jún, Auður Blöndal, Egill Gils og Sveppi Krull með ykkur á þessum glæsilega föstudegi og það er komið að spurningakeppni Gilsarans. Ég veit ekki með þetta er alltaf Reyndar daginn vildi maður alveg vinna sko. Nú er það? Já. Er þetta actually keppni sem þú vilt vinna í dag? Stundum er það þannig, hvað sagði hann? King of Summer, hver átti besta sumari? King of Summer, ég fekk þess að hugmynd í morgun. King of Summer, hver átti besta sumari? Ok, þú vilt alveg vinna það? Já, en síðan fór ég að hugsa, what makes a good summer? Og þá fór ég að hugsa, ok. Ég ætla samt að, ég hugsaði mikið í morgun, er þetta ekki mesta sem við gert á fundi? Ég var í tökum í allt sumar, ég gerði ekki neitt í allt sumar. Já, getur þú bara, ég var ekki í tökum í 4 vikur, ég var í tökum í 2 mánuði. Getur bara farið fram að hægja. Ég byrjaði 13. júli og var búinn 1. sept. Já, er það að segja, sumari byrjaði bara 13. júli? Nei, hvernig byrjaði sumari? Hjá þér? Mæ? Í mæ? 15. mæ, 15. sept, tegjum á þessu sumri. Ok, þetta er bara eitthvað basic svona shit sem fólk gerir á sömurinn og sem það er flestu stígin minnur, þetta er ekki flókið sko. Nei, það þarf ekki að vera flókið. Fæ ég spilna trailerina, hvernig er það?
Býtu, til trailer fyrir þetta? Já, Ass-Face Bjó hann til Já, ok, maður sjá, skal finna hann í það Var hann geðast langur eða? Nei, alls ekki I'm gonna ask you a question and I'm gonna need an answer. Is everybody on the floor? We put some energy into this place. I'm gonna need an answer right now. I'm gonna ask a question. I want to see you sweat. I'm gonna need an answer. You got that, you son of a bitch! Það alveg rétt, það var allt og langt. Þetta geður hlustum á hann alltaf. Herðu, þetta mjög basic og bara keyrum okkur í gegnum þetta því að ég veit ekki hvort hún var á löng hjá mér í dag, ég veit það ekki, það kemur ljós. Ég er bara, nei, 12 spurningar sleppur. Drakstu kampavín í sumar? Drakstu kampavín? Puntur og mushroom. Já, ég drakk kampavín. Herðu, já, ég líka. Ég fór í brúðkaup. Jú, herðu, í brúðkaupi. Ég fekk eitt kampavín. Býtu, herðu, akkur þetta hlaupa okkur að lest. Ég bara myndi, herðu, þegar ég fór alltaf inn að hugsa kampavín, var ég að vera að fagna eitthvað staðar, svo myndi ég var að skemmta í brúðkaupi og drakk kampavín. Byrja allir mjög vel. Byrja allir sterk. Allir bjargar með þetta með að segja brúðkaup, annars hefði ég sagt nei. Já. Fóruð þið í þveng í sumar? Nei. Nei, ég fór ekki þveng. Ekki svona, þetta getur ekki kallkis þvengur eða kvenkis, það skiptir einhver máli. Nú, hver munurinn? Ég bara, kallkis með svona skál. Nei, það fór enginn þveng, næsta. Jú, sem kjaftaði. Kallkis þvengur? Það fór enginn í þveng næsta. Fórstu á bát? Já. Bittu nú við. Já. Hvað bát fórstu á? Fórstu á bát líka? Ég fór á Herjólf. Það er skip. Nei, það er bátur. Það er dallur, það er skýta dallur. Fóruð þið ekki líka einhver rúndum þjóðtíð með eigin að segja? Já, við fórum á gummiball líka. Fyrsta bátum bara nokkuð stegana. Þetta er aldrei verið spennandi. Það er 2-2-2. Já. Engar dagur skellt sér þveng, þá var það með the dominating lead núna. Já, ég gæti nú samt alveg að hafa hent mér í þveng, sko. Chillar í LA. Já. Það gerði ég fór á heimsótti Seppa. Punktur og blöð. Þetta leið mér að hugsa, fór ég þangað? Já, ég chillaði aðeins í LA. Þú veist alveg hvað þú vart til LA í sumar, eða ekki? Nei, ég gerði ekki. Það er bara að taka forskot. Já, það er 3-2-3. Fórstu þrisvar eða oftar í flugvél í sumar? Já, þú ert búin að ákveða hvað vinnur sem sagt. Þú ert búin að velja. Nei, já, ég fór oftar en þrisvar í flugvél. Já, það er mjög, það er ekki allir sem fljúa einu svona sumar, hvað þá þrisvar oftar? Þetta er bara stendi, hvað fórst þú oftar í flugvél í sumar? Ég fór... Fórstu erlendis? Já, ég fór erlendis, af því að ég hef farið þrisvar, fram og tilbaka. Good point. Ég er að hugsa fór ég ekki... Sá það ekki coming? Anskotin, þetta var einhvern veginn... Hvert fórstu eftir? Röld, ég viltist ekki inni, ég fór til Spánar. Fórstu í Slökun? Ég fór í Slökun, já. Sveppi, fórst þú oftar en þrisvar? Já, ég flög meðal annars til Fraklands og fór á fótboltaleik og tilbaka og... Þetta er stig á mig og Sveppa, ekki Steinda. Sko Steindi, ég hlýta að hafa farið inn í eitthvað flugvél bara ekki Reykjavíkurflugvelli. Ég hlýta að hafa farið í eitt flug. Þú ert að hægja þér. Einhvern tímann í sumar. Ekki svona mannst. Það er 4-2-4. Hristurðu þið í sumar? Það er næsta spurning, ég vil maður setja það. Punktur og maður. Punktur og mig líka. Já, það er punktur og gamla. Sástu blöð. Næsta. Herri, ég bý eitt. Bara goes without saying, sko. Þetta er tveir á mig, því að ég þarf að gera þetta mjög svona... Við getum ekki verið að stoppa í þessu. Næsta. Þú heldur bara fram. Kíktur í blag í Nautalsvíkinni? Nei. Ég fór í blag, oft í blag. Ekki Nautalsvík. Ekki reyna blag á strönd. Já. Hæ? Nei, það er ekki hægt að... Ég veit að mér langar ekki á hana punkt. Akkur skrifaði ekki bara kíktur í blag á strönd. Ég skeit, en því miður maður það er bara reglu. Varstu raskjeltur í sumar? Hvernig þá? Í hvað tilgang? Ég var óþekkur að ég baði það og borgaði fyrir það. Máður í flippi eða ekki flippi? Nei, ekki nema það bara svona vel gert gamlega. Nei, ég fekk ekki einu svona frá yfirmannum, eitthvað svona good job. Já, það var, það ekki, það hefur einhver tekið svona ámann, þú veist, eitt svona en það var ekki sem lagði þið yfir nýjan á sér og... Nei, það er að tala þannig. Er það hella for good summer, eða? Hæ? Þú þarft að borga fyrir það, sko. Bara með ólífólíu og hanska. Kartimónu bænum á fórinu? Nei, það var engin ákveð í því. Ekkert stiga eitt. Þetta tala það setja bara ítt stöf í og raskat. Ég ætla bara að vera heiðalegur. Ég
Ég man ekki eftir að hafa raskjaldur í sumar. Nei, ekki heldur. Ef það er ávísun og góða skemmtun. Ég ekkert viss hvort ég vilja vinna þessa keppni. Hver að vinna maður? Þið tveir, til hamingju. Ég átti fínt sumar og þau ekki verið raskjaldur, sko. Nei, þú ert alltaf að vinna þetta. Heima hjá þetta. Já, þið bara fóru flug og fljúandi út allt og hristandi. Lokaður viðskiptadíl. Lokaður viðskiptadíl? Einhverju viðskiptadíl. Lokaður einhverju? Já, spili. Já. Ok, yes. Punktur. Lokaður þú sem díl. Byrjuðu því ég fekk punkt líka. Já, það er 6, 4, 5. Lokaður einhverju díl í. Það getur hvað sem er ný bíómynd með Mushroom, einhverju þættir eða bók eða eitthvað. Alveg saman hvernig díl það er sem þú lokaður. Skeistu það sem? Ég ekki loka díl bara á meðan ég var að núti. Ok, þetta skellur. Blöð kom með dominating lead núna. Hvað er ég með núna eftir að ég það er núna 6, 4, 5. Þú dansa að rífa þig í gang. Já, 6, 4, 5, það er bara fínt. Uppgreitaður í bíliðin. Það er svona eftir hvernig það er. Sem þetta fyrir þetta. En ég tók Læni að bensin það fyrir þetta. Hengtir og dauðum pól. Og ég á ekki bíl. Ég tók til uppgreita bílinn, ég tók til í honum. Já, það tengist alveg góðu sumri. Ég til dæmis uppgreitaði mig þannig að ég fór úr 5 manna bílaleigubíl í 7 manna bíl áður en ég fór heim í sumar. Þannig ég uppgreitaði bílaleigubílinn. Já, það telst ekki með segja. Herru, ég tók til í ryksugaði bílinn minn og ég tók til. Jú, uppgreit. Ryksugaði bílinn. Það er bara sama allir gera. Heimsóttur kasínó í sumar. Já. Yes, punktur. Á ég að fá stig þarna líka, veitu það? Ég veit ekki hvað varst að gera á Spáni. Já, herru, víst, jú, Steindi. Hvernig, var það ekki einhver tíma þarna? Jó, þetta er punktur á Steindi, ég get vitnað það. Við erum hrættir það, en við skulum ekkert mikið meira það. Einn ásælætti spila fyrir þjóðverðina, sko. Já, ég fór í langa helgi til Las Vegas í lok mæ með manni sem kann ekkert í blackjack og var að kenna hann blackjack. Í langa helgi? Það er svo gott að byrja allar línur svona, ég fór í langa helgi. Station helgi, ok, það fengi allir stig þetta. Sko, þetta lítur ekki nógu vel út fyrir Mushroom og... Nei, af því að ég var ekki öskjuminn í blaki eins og fáiði. Spurningin er 8, 5, 6 Blöð með dominating lead og síðan... Ég ekki uppgreitt stig á bílina. Ég skal gefa það. Af hverju? Út af því þetta er spennandi núna. Hann getur jafnað þetta. Safti á fyrir en einni konu í sumar. Þetta er fyrir Auðun. Þú ert að semja þetta fyrir hann. En þarf ekki Auðun að svara samt? Þetta bara fóru allt í að. Tufte Bambull útivistafatnaður. Einstök blanda af bambus og merinóull. Eirberg Stórhöfða, Eirberg Kringlunni. Warner kynir War Dogs. Frá leikstjóra Hangover-myndana I have to go first, I'm American. Kemur War Dogs með Jonah Hill í aðalhlutverki. You should work for me, I'll make you rich. Ótrúleg en sönn saga 2 unga vini sem verða stórtækum vopnasölum. Is that legal? It's not illegal. Kvikmynd sem þú mátt ekki missa af. Komin í bíó. Það er 170 milljóna risapottur í getrunum helgina. 1x2 tippum. Í 30 ár hefur Stöð 2 lagt áherslu að færa áhorfendum vandaða, fjölbreytta og skemmtilega sjónvarpsdagskrá. Haustið framundan er þar engin undantekning en það verður stútfullt af innlendu og erlendu úrvalsefni. Vertu með í haust og tryggður áskrift á 365.is eða í síma 1817. Stöð 2, margfald skemmtilegri í 30 ár. Tufte Bambull útivistafatnaður. Einstök blanda af bambus og merinóull. Eirberg Stórhöfða, Eirberg Kringlunni. Reykjavíkudætur í samstarfi við Solbert setja upp sitt stærsta sjó frá upphafi á NASA 3. september. Motherfuckers gonna take that show! Miðasala á enter.is. Saba, veist að Hiljardarling starfa besta hlutu. St. Louis á Grill 66 er engin venjulegur borgari. Hann er baconborgarinn. Nú færðu St. Louis, franskar, kók og lakrísdraum á aðeins 998 krónur. Grill 66. Þú finnur okkur á Ólís.
FM 95 Blö og Keiluhöllin Egilshöll. Þar sem drykkjufélagarnir eiga við keilu vandamál að stríða. Rétt vorst að hlusta FM 95 Blö hér á FM 95 og við drengjum þökkum að kella fyrir það. En það hins vegar komin tími á dagskrárlið sem er búin að vera í góðri pásu núna, þar sem að Steindi Tjúnur er búin að vera í góðri pásu. Já, það er komið að augljósum staðrindum og þær eru mjög augljósar í dag, ég get lofaði því. Já, en þegar þær eru augljósar, mjög augljósar, þýðir það að það séu betri eða? Já, ég myndi segja að væru, sko, þær eru rosalega augljósar í dag. Já, en gerir það er betri? Já, það þýðir að séu bara, þú veist, þetta er bara, við erum að tala þetta eru augljósa staðrindir. Var þetta ekki alltaf í þettunum? Já, þetta er oft verið. En í dag er það sérstaklega augljósar. Ég er mjög peppa að vera, þetta er minn uppáhald dagskrárlið. En ég verði til að fá Mr. Selfridge betin. Já, þetta er Jón og við erum hann í dag. Mr. Selfridge betin verður að fara á, hann byrjaði ekki. Hann er hér. Já, hann er á hækkan. Þú voru að hafa svolítið hátt í honum. Hann verður ekki herra því við erum með 4 mæka í gangi. Erum við ekki að setja hann herri, eða hafa hann herri? Hann er í botn. Hann er í botn. Herru, ok, þetta eru sem sagt, ég er með 4 augljósa staðrættir í dag og svo er ég með eina augljósa spurningu. Og þetta, þú þarft að horfa hérna á mig og ég ætla að beina þessu öllu til þín. Það er svolítið svona skemmtilegt, þetta er svolítið svona okkar, sko. Ok. Eru þið klárir? Ég get ekki beðið. Svepp, ert þú klár? Já. Það er enginn að deyja úr spennu, það lest þetta bara. Ég er mjög spenntur, eru þið ekki spenntur? Ég er mjög spenntur. Þessi ég get ekki beðið, sko. Fyrsta augljósa staðrind dagsins og hún hljómar svona og hlustið nú vel. Beljur kunna ekki ensku. Það eru náttúrulega bara með sitt eigin tungumál. En beljur í Englandi? Enska beljur? Já. Íslenska beljur, þú getur sagt að þeir drullaður inn þannig að maður sniður þau. Það baula bara. Það er svona heimsku. Það kunni ekki Það kunni ekki ensku, það kunni ekki íslensku. Íslenska beljur kunni ekki ensku. Alveg svo hundar skilja íslensku. Það er talað svo beljur svo heimskar. Sami hundur og kaupur á Íslandi myndi skilja það til talaðu ensku allt í líf. Hann bara skilur hvað þetta benda á. Það er ekki verið að kalla hann heimskan þetta. Hann er bara, við erum hérna bara saman í þessu. Beljur kunni ekki heldur spænsku og ekki íslensku. Það kunni allavega ekki ensku. Nei, ok, næsta. Önnur augljós spurning dagsins og hún hljómar svona. Staðreind dagsins. Já, hvað sagði ég? Spurning. Já, hún kemur eftir. Önnur augljós staðreind dagsins, hún hljómar svona. Gullfiskar eru ekki úr alvöru gulli. Annars myndið þið bara sökva. Já, þú veist, þið kostar. Já, líka þá væri búið að stela um öllum. Já, þeir eru bara svona litin. Þú veist, þetta kostar 300 kall. Þeir eru ekkert úr alvöru gulli, sko. Þetta. Já, akkurat. Þetta var geggjuð. Þessi var frábært. Þessi var góð. Þú er ekki blöð að peppa þetta. Ég er mjög stund góð. Þriðja, það kom að þriðju augljósu staðarinn dagsins. Gullfiskar og hún hljóma svona og hlusti nú mjög vel. Þú getur ekki hoppað oftar en einu sinni ofan í eldfjall. Þetta er gerfilháttur. Þú myndir deyja við það. Það er mjög erfitt að lenda og hoppa. Það er að koma tilbaka og hoppa. Þú fer ekki upp úr eldfjalli. Ef þú myndir lifa af, þú myndir ekki hoppa aftur. Nei, þú hoppa bara einu sinni. Þá er komið að 4. augljósu staðarinn dagsins og hún hljómar svona. Þú getur ekki kennt tómatsósu stærðfræði. Þessi er góð. Þessi er ágætt. Bara puls. Þetta var að tala um hönd eða vals. Hvað, það er að fara að kenna henni bara, þú veist, pí 3,14. Þetta er tómatsósu, þetta er hönd, sko. En þú getur ekki heldur kennt tómatsósu eðlisfræði, skiljum? Nei, ekki skemma. Ekki skemma. Þú getur ekki kennt henni stærðfræði. Setur hann bara pulsi, það er einu að gera við hana. Þá er komið að augljósi spurningu dagsins. Hún er bara ein. Og veitir, þú þarft að horfa vel á mig núna. En það Sveppi er svo gaman þessi, spurðu hann. Nei, Sveppi er, hérna, hann er við hliðar á mér. Ég þarf að horfa á því. Þú sittur beint á móti. Já, Sveppi, hérna, hvað er ég að gera akkurat núna? Hvað er þetta að gera núna? Segðu hvað hann er að gera. Hvað er þetta eitthvað skot á mig? Segðu hlustendu það. Þú ert að sína með fokkjuputtan. Augljós staðreind, þú ert ekki blindur. Þetta var hressandi. Það voru rosalega í dag, sko. Holy shit, hvað voru góður í dag. Varstu að toppa þig? Hvað sagðu? Þú toppaði? Ég var að toppa mig. Holy shit, hvað voru góður í dag.
Rugglaður Með fokkjufötum Þetta vissi ekkert hvað hann stóð hann að veðri Fokka þú þig? Ég er að deyja við þetta Það góð spurning að David Guetta og Emily Sande sem virkilega góð sönguna. En við erum konum með góðan gest hingað í stúdíóið hér í FM 95 Blöð og það mjög þægilegt að búin að skipta út einum litlum krullherðum svita kirtil sem heitir Sveppi Krull og konum með eðal bíu hingað í stúdíóið, hún heitir Áslaug Arna, vertu velkomin. Takk fyrir það. Það líka, við fáum allt of sjaldan alvöru kvenfólk hérna í eina þátt. Já, það verður bara viðurkennast. Við þurfum að gera okkur í því. Já. Og getum að sé að reyna að bæta því. Það algjör pungalit af þessu þætti, sko. Það það náttúrulega svolítið. En það erum við að bæta því. Já, við þurfum að passa þetta. Það alveg rétt. En ég ætla að byrja að spyrja. Þú ert bara síðasta snúning núna, ekki, í prófkjöri? Jú, gjörsamlega. Þú ert að tala menn sem að fylgjast ekkit rosalega vel með þegar kemur að eftirtöku, what's going on? Það prófkjör á morgun í Sjálfstæðisflokknum í Reykjavík og maður eitthvað að bjóða sér fram og reyna að hrista upp í þessu og þetta bara persónukjör og velur bara einstaklinga á lista Og hverjum ætti að fara að pakka saman á morgun? Ég er svona að reyna að íta sitjandi þingmann Reykjavíkur niður listan Svona, það hægt að segja það sko Ég er í rauninni að keppa við Brynjar Níelsson, Birgir Ármannsson, Sigríður Andersen Þetta alveg krátarna. Já. Og hvernig búið að ganga? Það gengur rosa vel. Já, en fólk sem er að fara að kjósa á morgun, sem sagt, fólk er að hlusta, það þarf að vera í Sjálfstæðisflokknum til að kjósa þeir. Það getur skráð sig á staðnum. Já, ok. Ertu ekki að smala bröllum vinum og vinkonum? Hætti í smölun. Hvað fær maður að maður skráði sig í Sjálfstæðisflokki? Fær maður eitthvað bjór og... Hvað færðu? Það fór að gullkeðum hálsinn fyrst með fólkanum hálsinn. Fær maður og bjór, maður lítur að fá eitthvað. Kamparinn og... bjór og pizza. Já, það er allt út í kókaín. Í kveðjugjöf síðan þegar þú ferð næstu viku. Hvað viltu, blöður og bjór? Nei, það er alltaf svona, að þú sko flokkarnir til að plata í flokkin, þá er allir flokka með eitthvað. Ef þú kemur hingað þá færðu einhverja blöðru og buff fyrir krakkana, en ef þú kemur hingað þá færðu, þú veist, 3 lítra landa. Þú og þing, sko, ef þú kemur í flokkin. Já, ég væri salur, sko, ég myndi lofa öllu. Bara free beer, þetta er ekki flóknar að það. Já, ef þú skráði þá færðu fríamur. Hvenær færðu svo að vita morgun hvort þú að ná þriðja sæti ekki? Já, þú viljum að koma bara annað kvöld. Það er bara þannig. Það er annarkvort skalaði kampæn eða kókamjólk. Já, við skálum bara í kampæni hvernig sem fer. Það er bara þannig. Það drekkir maður sorgum sínum eða skemmti sér fram á rauða nótt. Ertu búin að smala mörgum sem þú þekkir sem voru ekki í Sjálfstæðisflokknum til að skrá sig til að kjósa þig? Já, það er fullt af fólki allavega áhugasamt að kjósa í þessu prófkjöri og þetta er auðvitað bara persónukjör þannig að það skiptir ekkert máli hvort þú ætlar að kjósa Sjálfstæðisflokkinn í haust en það er kannski meiri líkur að fólki gera það ef ég kemst á listan. Ok, ánægð með. Við ætlum samt að, fyrir þá hlustundur, þeim er ekki búin að ákveða sig, þá ætlum við að henda þenni í hraðaspurningar. Nú ætlum við að kynast þenni aðeins betur og þú ert bara að hreinsa hugan, þú getur ekki svarað rétt og ekki vitlaust, þetta er bara svona fyrsta sem þetta eftir í hug. Og þú má ekki svara svo pólitíkus. Nei. Þetta er já og nei spurning. Hún er pólitíkus, sko. Já, ég veit það. Já, þú ert pólitíkus. Það er svaðalegt. Þau eru með pólitíkus í stúdíu. Það er ekki oft. Það er oft sem að maður sér fólk sem er með svona pólitíska áru. Þú ert ekki með pólitíska áru. Manni finnst ekki eins og sé pólitíkus inn í stúdíunni. Ég skal reyna að sleppa við að fá hana einhvern tímann á mig. Ertu tilbúin? Yes. Uppáhalds bíómynd? Independence Day. Nei, Intouchables. Independence Day. Það er ekkert vitlaust. Hann að fóru 10 atkvæði. Independence Day er það besta mynd sem ég séð. Það Will Smith rótar geimveruna og segir hann að drulla sér aftur heim. Við vitum núna hvað Áslaug hlustar á, hvað ræð hún hlustar á og hún fyrir að kjósa morgun. Þetta er besta svar sem ég æfði heim. Independence Day. Í hvað breyttur? Intouchables með Sean Connery? Já, hún er ekki ekki. Nei, Intouchables ég að gena með gæðin í hjólastólnum og hana. Já, hafðu Independence Day. Ég ætla að segja það, já, ég var svo mikið að drífa mig. Nei, ég samt annað með þetta, hún er búin að hreinsa hugan. Ok, næsta, til 1, 2 og hvað drekkur á djaminu? Gin tonic. Besti matur í heimi? Nautastek. Uppáhaldslið í ensku? Liverpool. Það fóru 10 atkvæði. Ekki Newcastle. Í hverju sefuru? Engu. Uppáhaldsþættir? Skandal. Besta hljómsveit allar tíma? Nýdönsk. Vel ekki að sveppurinn nánaði þarna. Leður eða latex? Leður. Sveppi eða steindi? Ég er að horfa þig í augun að þér. Hvað kom fyrstur í hugan? Sveppi. Sveppi. Hei! XB eða píratar? Píratar. Bieber eða Timberlake? Timberlake. Hvað fyrir mest í töðunar þér? Leðalt fólk. Hefur þið kysst 12 ára strák? Nei. Ekki einhvern veginn var 12 ára? Nei. Uppáhaldslið á Íslandi? Fylgir, KR. Uppáhalds stjórnmálamanni þinn fyrir upphæði?
Margir testir. Þarna, ok, þá er þetta komið. Independence Day er besta svar sem ég á æfinni heyrt í þessari keppni. Við ánægum Independence Day. Já, Sveppi og Scandal er mjög góð þettir. I like them. Scandal, já, ég hætti eftir 3 seríur. Það eru mjög góður. Orðin betri aftur, sko. Já, manni. Ertu mikið svona, liggja upp í rúmi og horfa á þætti? Nei, ég horfi rosa lítið á þætti, sko. En svona. Og þú elskar Sveppa út af lífinu? Já, Sveppi ræði. Akkur elskar ekki mig? Og sefur nakin, fælti í því. Akkur hattar mig? Gin og tónik á jamminu? Alltaf. Ferðu mikið út á lífi? Já, talsvert. Arnagur Lágsundur ykkur? Gaman að þessu líka. Arnagur Lágsundur ykkur, það eru fleiri sem drekka gin og tónik. Já, til dæmis Helgi Björns drekkur gin og tónik, þetta er hans drikkur. Fólk með góðasmögg. En við hvetjum bara virkilega gaman að fá þetta heimsókn. Hvetjum alltaf til að, hvernig er eitthvað sem vilt plugga í lokin? Klukkan hvað fólk að mæta, hvernig lokar það? Bara opið milli 10 og 6 á morgun í Valhöllinni og mæta og hafa Free beer. Og ef að fólk er með tampinu þá getur það bara upp á 3. hæð og það eru tannlæknar. En verður þetta frýtt fyllir í fyrir alla sem mæta? Nei. Nei, svo fyrir að maður er bara með stuðningsmönnum svona kvöldið, sko. Já. Sveppið eru mættu þar eftir þetta svar. Svo við bæðið nakin. Alltaf er það virkilega gaman að fá því heimsókn. Gangi vel á morgun og halda áfram að þýstu upp í þessu. Já, bara takk fyrir það. Góð helgi. 3 mínútur í 6. Það verður gaman að fylgjast með þessari stelpu í framtíðinni. Hvað heitir þessi sönguna? Þessi söngkona, þetta er Alan Walker bara rappari. Alan Walker, já, gaman að fylgjast með henni. Söngvari. Sveppi er vel up to date á tónlistinu. Sveppi veit ekkert um tónlist. Alltaf gerast þetta á playlistanum. En þetta er búið að vera góð þáttur. Gott að vera með ykkur og gaman að sjá ykkur. Erum við allir 4 næsta fösa? Hvernig verður þetta? Veit ekki hvernig þetta verður næsta föstudag. Justin Bieber er í kórnum. Ég er að fara á Bieberinn. Ég líka. Allir að fara á Bieber. Við lofum, það er alltaf hressandi þáttur saman hvernig það verður. Ef að spila bara Biebera? Hvað á hann? 5 lög eða? Það er ekki sinni á Subway, sko, spilum hann ekki eins og En það er komið á lokum, vonandi í góða helgi, kæru hlustendur og já bara takk fyrir okkur, við heyrumst aftur næsta föstudag. Eitthvað á lokum, Sveppi? Bless. Sannastendingahjörð Í amerískum fötum, tambadú glösum, standandi í röði Bankastræti